Komið sæl og velkomin í þetta myndband. Ég heiti Ingvar Þór Jóhannesson, ég fítumeistari og ég ætla að bjóða upp á smá kennslu, svona sóttkvíarkennslu. Það er kannski lítið annað að gera þessi dagurinn heldur en að safna á vopnum, bæta sér í skákinni og ég ætla vonandi að hjálpa ykkur með það. Nú í þessu fyrsta myndbandi af vonandi mörgum þá ætla ég að fara aðeins yfir biskupa og hvernig við stillum upp peðum svo að þau virki hvað best. Og megin þemað í þessu verður það sem kallað er Capablanca regla. Við komum nánar að því fljótlega, en áður en við byrjum þá ætlum við að hafa smá þraut fyrir þig, fyrir ykkur, og þið eru með hvítt og þið eru með biskup og verkefni ykkar, og nú er tilvalið að íta bara pásu og finna út úr þessu. Þið eru með biskup, en hvar er best að hafa biskupin? Og ekki bara hvar, heldur verkefni í rauninni hvaða lit. Viltu hafa svartreita biskup eða viltu hafa hvítreita biskup? Þannig ég hvet ykkur til að íta á pásu á myndbandinu og velta þessu fyrir ykkur, og svo skulum við halda áfram. Við skulum gera ráð fyrir því að þú sést búin að reyna að takla þetta verkefni. Og spurningin er, viljum við hafa hvítreita biskup eða svartreita biskup? Flestir, þegar þeir fá þetta verkefni, munu velja sér hvítreita biskup og setja hann á einhvers konar valdaðarreit, til dæmis D5. Það lítur vel út. Biskupin er valdaður og biskupin er valdað peðið. Og þetta virkar traust. En þetta er ekki rétt. Rétta svarið er að hafa svartreita biskup. Og þetta er eiginlega svona grunnur og lykillinn að þessari reglu sem að kallast Capablanca reglan. En hún er svo að þegar þú átt einn biskup eftir, að þá reynur eftir fremsta megni að hafa peðinn á gagnstæðum lit við biskupin. Og það fallega við það, eins og við munum sjá í nokkur stöðum og dæmum, er að menninni vinna miklu betur saman þannig, og sérstaklega biskupin. Nú við skulum byrja því að skoða af hverju viljum við ekki hafa biskupin á hvítreit, hvort sem það er sama hvað það er reynur. Biskupin á D5, setja maður þangað. Svartur á sjálfsöguleik. Þetta tilværi verkefni til að líta aftur á pásu og finna út af hverju þetta er slæmt. Hvernig vinnur svartur? Svartur á leik. Það kemur á daginn að þessi uppstilling, hún er á passív. Þótt að þetta virkir traust, að þá erum við og veik á svarturreitunum, og svartur kemur inn á okkur. Hann kemur með kónginn hér og við getum í raun bara leikið byrjuleikum, þannig að skiptir ekki miklu máli hvort við leikum kóng eða biskup. Hrókurinn kemur á endanum, skákar á þriðjurreitaröð og kóngurinn okkar kemst inn. Og trikki hérna er að á réttum tíma þá mun svartur enda á því að drepa þetta peð. Hins vegar þarf hann aðeins að passa sig. Svona taka dæmi, ef við erum að fljóta á okkur og drepa núna. Þetta er jafntefli, af því að hvítur er með andspænið. Skulum gera ráð fyrir að þið kunni það, annars getum við alveg tekið grundvallar endatöp fyrir í öðrum vídeó, en þetta er svona grundvallar þekking, andspænið. Þannig að það sem svartur þarf að gera er raun að hrekja hvíta kónginn aðeins meira frá. Og það er ýmsar leiðir til þess. Við getum til dæmis komið með kónginn hérna, hvítur leikur okkur byrjuleikjum, og við endum á því að fara til dæmis hér og skáka svo hérna
Nú þegar kóngurinn er komin frá þá getum við komið með kónginn, hann er skorðari hérna, þannig að þetta þýðir að þegar við drepum núna á F4 þá er hvíti kóngurinn og seinn til að ná hans spennu og svarti vinnur leikur næst bara kóngur D3 og svo kemur peði. Þannig að passíva vörnin hún dugar ekki, en aktíva vörnin hún virkar. Og þetta er svona gott prinsip í endatöflum bara almennt, að það er betra að vera aktífur en passífur, og líklega verður best að hafa biskupinn hér. Þessi staða er jafntefli og það er aftur tími fyrir því núna til að íta pásu og reyna að vinna þessa stöðu, og þú átt ekki að geta gert það. Við skulum reyna eitthvað svipað, koma með kónginn, en þú sér núna að því að við erum ekki passífir að nú vinna menninu betur saman. Peðið er að taka hvítareit og nú er biskupinn að taka svartareit. Kóngurinn reynda líka að hjálpa, ekki það skiptir miklu máli, en lykillinn hérna er að biskupinn er aktífur, þannig að við erum með mótspil á peðið. Þetta gerir það að verkum að svartur á erfiðara með að virkja mennina. Sáum við dæminu áðan að það muni auðvitað að koma með kónginn og hrókinn og reykja okkar kóng niður, en núna við hefum leik, við skulum leika einhverjum bara, ég skipt svo sem ekki miklu máli, segjum bara hér, hún er ekki að leika einhver að mér, en núna ef við komum með hrókinn hérna, við segjum bara, segjum við komum með kónginn hérna, eitthvað svona, við leikum hér. Það er mjög erfitt að koma okkur í leikfyrringa, því að nú viltu koma með hrókinn, en ef þú ætlar að setja á biskupinn þá getur hún bara tekið peði, og hrókar á móti biskup er jafntefli. Við förum ekki í það núna, það er svona efni í annar fyrirlestur eða eitthvað sem að þið ættu að skoða sjálf. Það er mjög einfalt jafntefli, og ef við skákum þá förum við sjálfsög ekki inn á fyrstu reitur og látum við skáka á biskupinn, við förum hér og við getum það að því að við vinnum betur saman. Kóngurinn getur ekki verið á D4, þannig að biskupinn tekur það og peðið er onni. Svartur getur skákað en hún verður ekkert ágengt, kóngurinn kemst ekkert að, þannig að hann endar á því að hann þarf að passa peði annarkvæmt með hróknum, og ef hann ætlar að virkja hrókinn þá þarf hann að koma kónginn aftur og valda peði. Þú getur aðeins leikið með þessa stöðu og þú munt komast að því að svartur nær ekki virkja mennina og þessi staða er jafntefli. Við skulum halda áfram, við erum ennþá með stöður þar sem við erum skipta með undir, en samt skiptir öllu máli að nota Capablanca-regluna. Hér með svartur lítur út fyrir að vera með betri útgáfa en áðan, en það kemur á daginn að það að peðið valda svartareit, biskupinn sér hvítureitina og kóngurinn hjálpar til hérna, þýðir að svarti kóngurinn hann nærir henni ekkert að nálgast okkur neitt. Hann er bara fastur hér og það er engin leið. Skák, við förum bara upp fram og tilbaka, það gerist ekki neitt. Þannig að segjum að svartur ákveða að koma með peði. Hér er aftur, hér væri G4 alvarlegur afleikur, mjög alvarlegur afleikur, af því að það fáið svipa á stöðu áðan. Nú geti svartur farið í eitthvað svona æfingar, reynda að hrekja kónginn og komið svo og drepa peði á réttum tíma með hans spennu. Þannig að mikilvægt að halda peðinu þarna, halda sér alveg í Capablanca-reglunni, og við leikum bara biskupnum fram og tilbaka og það er engin leið fyrir svartan að gera neitt. Hann kemur peðinu á G4, það skiptir enga máli, við höldum þessari varnarstöðu bara og það gerist ekki neitt. Það getur reynt eitthvað svona, en mikilvægt við drepum ekki. Ef við drepum, þá drepum svartan með kóng og vinnur svo peðið og hefur anspannið. Það er rauninni skiptir anspannið ekki máli ef þú ert á sjöttu reitaröð. Ef þú kemst á sjöttu reitaröð fyrir fram með peðið þá vinnur þú. En við leikum bara kóng og G2 og alltaf hann setur á biskupinn, þá höldum við bara skálínunni, gerist ekki neitt. Við höldum áfram með þetta og bætum við peðum. Já, við bætum við peðum, en það breytir litlu, við erum ennþá í jafnteflinu. Hvítur á leik,
peðin á svartu rautum, en það er betra að hafa það svona. Þetta er besti leikurinn, H4. Ef við leikum ekki H4 þá getum við lent í vandræðum í vissum línum, svartur leikur G5 og reynir svo að leika H5, H4 og eftir attökum reyna að hagstæða umskiptum og getum lent í vandræðum. En við þurfum ekki að spá því, ef við leikum H4 þá er það besta sem svartur getur gert með peðin, það er að leika hér og skipta upp, segjum eitthvað svona, og þá erum við stöðuna sem við vorum með rétt á hann og við vitum að það er jafntefli. Þannig að þetta er ekki vinningstilraun fyrir svartan. Þannig eftir H4 þá kemur að daginn að það er engin leið fyrir svarta kónginn að nálgast. Við sjáum peðin er að valda allt hérna, kóngurinn er ekki að koma hér, hann reynir að koma hérna en þá er bara svipað á hann. Við höldum biskupnum þessari skálinu, völdum þennan reyn, peði valda þennan og kóngurinn með rest. Hann kemst ekki nær. Þetta er bara mjög svipað á hann og raun ekkert að gera með peðin. Einu sem hægt að gera með peðin er að á einhverjum tímapunkti að leika H6 og G5 og þá dreipum við og við vitum að þetta er jafntefli og alls ekki leika G4, þá ertum við tapa stöðu. Svona til að sýna hvað er skemmtilega hvernig þessi regla hjálpar okkur, þá ætlum við að skoða ef við erum með passíva vörn og erum með peðin á gagnstæðarreitum. Svona. Munurinn núna er að við erum með passívari og svartur ætti hérna, ef hann á leik þá ætti hann raun að leika G5, en þetta dæmi er út heldri skák og sýnir hvernig passív vörn er röng. Nú þurfti hvítur helst að reyna að leika, koma upp vörninni, leika H4, G3. Hann nærði ekki alveg strax af því að biskupinn er á hann í, en sjáum hvað gerir þessi skákinni. Hvítur er að verðast passíft, kongur kemur hann F2, biskup E4, H6. Nú er spurning hvort það ná þessu, við leika H4, G3. Það er líklega seint núna, af því að við vorum ekki með réttu uppstillinguna til að byrja með, þá komst kongurinn inn og nú erum við smá vandræðum. Höldum áfram með passíva vörn, hrókur A3. Passíva vörn, lítið hann að gera, nú kemur hrókurinn að G3. Biskup D5 og núna G5. Ég held að það hafi verið réttar að leika G5 fyrr, bara svona til að þurfa ekkert að spá í ykkur svona H4 vörnum. En nú sjáum við munin, við erum áfram passívir, en kongurinn komst inn á okkur og hérna er vinningsplanið H5, G4 og nú getum við fært trókin og peðið okkar er komið á G3 og þetta er alltaf passíft. Við getum ekki farið í borðið út af mátinu, hér kemur skák, þannig að við þurfum að fara upp og nú er vinningurinn einfaldur, trókurinn er að koma H1 og peðið fellur. Þótt við náum að valda þá kemur bara skák hér, drepið og peðið verður að drottningu. Þannig að þessi regla heldur nokkuð vel í svona endatöflum að hafa peðin á gagnstæðarreit. Ef þú ert með á sama reit á biskupinn, það er passíft, þú lendir í vandræðum leikþröng. Þetta er eitthvað sem á mjög vel við í flestum tilvikum. Nú erum við komin með nokkuð fræga endatöflstöðu og við erum bara að snúa borðinu við horfum á þetta frá svörtu hliðinni og það er sjálfur Capablanca sem er svart og hann er í svona aðeins verra endatöfli sem getur oft verið erfitt að halda, en hann sýndi fram á í þessari skák, þetta er fræg skák, þar sem hann sýndi raun fram á að einn veikleiki nægir oft ekki í endatöflum til að vinna. Það er oft talað um að þú eru 2 veikleika til að vinna skákina og hvítuna er ekki alveg svona að þú veist, hann getur stilt kóngnum upp hér og settur rittir að hann setja peðið, en svartur valdur alltaf peðið. Það sem Capablanca gerir hér er í raun algjörlega í takt við þessa reglu sem við erum að tala um og kenna ykkur, og það er að stilla peðanum upp eins og hægt er á gagnstæðum reit við biskupinn.
Þannig að spáðu kannski aðeins í núna hverju Capablanca lék hérna. Og hann lék B6. Hann er svona að byrja að stilla peðanum upp samkvæmt eigin reglu. Gagnstæðan reyti biskupinn. Það er náttúrulega erfitt með þetta peð, þetta er veikleikinn. En hinn peðin fara nú eiginlega hvert á öðru á svartareyti. Flór leik hérna F4, biskupinn fór á D7, þetta er F3 og nú leikur að leik sem svona tekur reyti af þessu rittara, hann leikur F6 og við sjáum að nú eru komin ennþá fleiri peð á svörturreitina. Og það má segja hann klára dæmið eins og sem við gamla að klára dæmið fyrir Chicago, eins og Jordan klára dæmið fyrir Chicago hérna með A5 og nú erum við komið með 4 peð á svartareyti eða samkvæmt Capablanca reglunni. Og það sem þetta gerir er að peðin er að taka sína reyti og svo biskupinn að vinna í hinum og þannig fáum við svona heildstæðari mynd á bara vald á reytum. Það vinnur allt miklu betur saman og mér er þess að kóngurinn á svörtulit. Þetta er allt einhvern veginn svona symmetri, það er svona symmetri í skák sem ofta leita eftir. En svona stuttumáli að þá hélt Capablanca þessi endartafli að ok, loksins komin þessi pressa peði en svartur getur bara leikið kongnum fram og tilbaka. Og hér kemur eiginlega fullkomnarann eiginlega regluna sem við vorum að ræða. Hér er alltaf svart og jújú svartur hvítur reyndi eitthvað, hann reyndi að skora þetta peð en svipað og í fyrsta dæmin okkar að þá erum við núna með mótspila þetta peð af því við erum ekki með passíft peð hérna og þetta endaði þannig að ok, hvítur gaf eitt peð hérna og jújú fær D5 peð en við fáum B5 á móti og þrátt fyrir að þetta sé svona jújú aðeins passíft að þá nær hvítur ekkert að hann kemst ekkert áfram hérna og skákin enda með jafntefli og kannski ekkert sem að langar að pæla mikið meir í en bara svona fara aðeins yfir þessa reglu. Nú mér langar líka að skoða hérna eina skáka eiginlega bara frá byrjun. Við ætlum að snúa aftur við því nú erum við með hvít og það er sjálfur Karpov með hvít. Fyrir hrætt við sögu í byrjuninni, þetta er slavneskur og er núna svo kallar semislav. Karpov teldi þetta svona, biskup E2 svona rólega slow and steady. Svartur skásetur hérna biskupinn á B7 og já, það mun koma daginn að þetta verður vandræði kall í svörtum. Biskup F4 Karpov skiptir henni upp leikur riddari í F5 svartur er engin aukvisi, það er sjálfur Joel Lautier einn af fremstu skákmönnum á 10. áratugnum einn af bestu skákmönnum Frakka. Hérna lendur hann bara í miklu vandræðum með þennan biskup. Sjáum, við erum komið með 1 peð á svartareit. Svona Capablanca reglan er farin að taka smá mynd. Karpov fyrir uppskipti og afturskiptir er bara hókum. Svarturinn er að virkja drókninguna, gerir það hér með drókning D2 en Karpov gefur peð, hann telur hann getur gert það þar sem að þessi biskup er algjörlega út úr skákinni. Drókning A1 skák, kongur H2 og já, hvítur hótaði á móti í borðið, þannig að svartur var að valda og nú C5 og við sjáum að fleiri og fleiri peð komin á svartareyti og sérstaklega þegar við erum með endartöfl þar sem báðir hafa biskup þá þýðir þetta yfirleitt að annar biskupin verið góður af því hann hefur meira rými til að færa sig og setja á svörtu skotmörkin og þessi verður mjög slagur. Við sjáum að í framhaldinu verða til fleiri skotmörk og svo sjá hvernig það þróaðist. Svartur drap, drókning drifur,
stóran ekki 1.7 og saman svart eru komið með eiginlega öll peðin á hvítareiti, þannig að þeir eru öll orðin skotmörk. Hvað gerir Karpov? H4 fleiri peð á svartareiti, Capablanca reglan. Það má ekki lega hvítum að koma þessu peði hérna áfram, þannig að svartur leikur H5 og ennþá fleiri skotmörk. Ég minn ykkur á hvítur er peð undir en hann fer í endartablið, biskupinu það slæmur og þetta er alveg frábært dæmi svona eins og kalla góðu biskup á móti slæmur biskup. Það er saman þótt að hvítur sé peð undir hérna hann með algjörlega kólinu tafl. Hér er svona gott minnstu til að muna líka, svona kongur hér og gunna 4 sem kemur hérna. Málið er að það verður til frípeð á hálínni, annarkvort tökum við á H5 eða þá var svartur tekur sem að gera reyndir ekki, að þá tökum við og svo verður til frípeð hérna. Þetta er G4 eiginlega biskup A8 gaf hérna H-peði en Karpov var ekkert á, hann eiginlega fullkomnaði klára dæmi fyrir Chicago, fullkomnaði Capablanca regluna öll peðin á svartarleiti, góðu biskup á móti slæmi biskup. Og loks vann hann þetta peð og já, svartur gafst upp, við erum bara að fara að íta peðinu, setja kongi í hefðarlega F6, biskupin kemst ekki neitt, ef hann fer eitthvað tökum við þetta peð og já, þetta er bara unnið, búið spil. Þannig að vonandi, já, höfðum en gaman að þessu, ég ætla ekki að bæta kannski við einu stuttu dæmi og það er í byrjun sem ég tefli oft sjálfur í franskri vörn, bara svona að sína hvernig þetta hefur áhrif svona eiginlega svona strax í byrjun oft hvernig menn vilja stilla dæminu upp. Já, þetta er svona línuð sem hvítur teflur oft, líka svo kongur E2 skiptir henn upp og ég hefur að lendi mönnum sem að þetta verður svona eðlilegasti leikurinn, ég lendi mönnum sem að skipta svona upp og hérna sjáum við eiginlega að réttu leikinu hjá svörtum er að leika F6, kongurinn er í törvar og svo E5, eiginlega stilla strax upp hérna, svo kemur biskupin og vinnum saman með þessu. Stundum leikum við B6 og þá eru komin svona fleiri peð á þessa svörtureiti til að vinna saman með hvítureiti biskupinu. En já, þetta var svona kynning og dæmi þessa Capablanca reglu. Ég ætla að láta fylgja með þessu og svona æfingar sem þið getið skoða, svona ítarefni og hvet ykkur til að gera það og vonandi hafið gaman af og vonandi getum við haldið eitthvað áfram með svona smá kennslefni. Segja það í bili. Takk fyrir.